heiti Ragnar Steinn Ólafsson, ég er 31 árs, ég er múrari og fyrrverandi starfsmaður Reykjavíkurborgar. Ég var ekki alveg í kirkju, þannig að ég vissi ekki svona hvað kirkjan væri eða hver Guð var. Guð var svona einhver hugmynd fyrir fólk sem átti bágt og vantaði eitthvað að knúsa sig. Fyrir mér var hugmynd ekkert annað en bara enn ein trúin. Það voru mörg trúarbrögð og öll trúarbrögðin virtust svona að gera það sama einhvern veginn. Það voru fylgja einhverjum reglum svo að við getum orðið betri manneskjur. En mín hugmynd svona þegar ég var unglingur var að mér langaði ekkert endilega að vera eitthvað góð manneskja. Það var svona ekkert í mínu ferli að leita eftir einhver hamingju, leitast eftir einhver friði eða svoleiðis. Ég leitaðist eiginlega við svona eyðileggingu og leitaðist við svona einhverja spennu í þungarokki og áfengi. Þannig að það var eiginlega ekkert, kirkjan er ekkert náin minni fjölskyldu, ég kem ekkert úr þannig bakgrunni. Og Guð var eiginlega bara svona afstætt hugtak, svona langt frá mér. Og alltaf þegar einhver talaði Guð, þá var hjarta mitt einhvern veginn svona, hertist hjarta mitt einhvern veginn, ég var svona reiður einhvern hátt og ég svona bara, það var eitthvað svona, ég vill ekki, ég vill ekki Guð, ég vill ekki fylgja einhverjum reglum, því að hvernig á ég að fylgja einhverjum reglum sem er ómögulegt að fylgja. Þannig að það er ekki fyrir en að ruglið, hassið, áfengið var svona eiginlega búið að taka mig á þann stað að heimspeki mín svona sem trúleysingi og svona harður darwinisti var svona búin að komast á þann stað að einhvern veginn, það var engin næring fyrir sál mín var algjörlega dimm og hjarta mitt var einhvern veginn hjúpað myrkri. Ég var eiginlega, ég var ekki búin að nota mikið áfengi eða mikið af eiturlyfjum, það var bara einhvern veginn hvernig uppreisnin gegn Guði sem var eiginlega ekkert meðvituð var eiginlega orðið þannig að ég var bara farin að gera alls konar mistök í lífinu og ég fer hérna í einhverjar 2 meðferðir, ég er unglingur og ég fer að fatta það að ég svona einhvern fyrir Guð að vinna í hjartanum mínu að hann svona að ég þurfi virkilega á honum að halda og það er ekki fyrir en ég fer eitthvað í AA-samtökin og í AA er sagt við mig að Guð sé til og ég alveg já, getur verið að Guð sé til vegna þess að mínar hugmyndir eru frekar lélegar. Mín hugmynd trú eða trúarbrögð og Guð var það að öll trúarbrögð komið að því sama markmiði að nálgast Guð og ég trúi því að Íslam var örugglega rétt út því að það var einhvers staðar að tala Jesú og búddismi var pottþétt réttur út því að það snerist svo mikið sjálfa mig og Óðinn og Þór voru örugglega pottþétt partur af Guði vegna þess að þeir voru svalir og þeir voru með skegg og sverð og svona, já og Jesús væri svona alveg pottþétt líka vegna þess að hann trúði allir á hann og hann reisti fólk upp frá dauðum, hann reis sjálfur upp frá dauðum, hann læknaði sjúka. Þannig að fyrir mig var þetta alveg vá, maður trúarbrögð er cool, þannig ég gæti raun og verið valið með Guð, en ég var komin á einhvern þannig stað að ég vissi að ég þurfti að breytast og ef ég ætlaði að breytast þá þurfti ég annarkvort að gefa Guði líf mitt eða fá okkur að geða þetta góða hugmynd og þessi hugmynd myndi opna fyrir mér svona raun og verið tilgang lífsins og ég myndi ganga út og horfa til fjallana og með svona arnar augu og sjá allt einhvern veginn skýru ljósi. En einhvern veginn fyrir mér sá ég einhvern veginn ekki lífið í réttu ljósi. Ég var ekki búinn að fatta það að Guð væri raunverulegur. En það var einn maður sem sagði mig, veistu Raggi, þú verður að gefa Guði lífið þitt og þú verður að biðja Guð að taka frá þér eigingirnina í lífiðinu og hrokan í lífiðinu. Og já, ég var svona, ég verð ekki að biðja Guð það og ég ákvaði einhvern veginn að fara að tala við Guð í kjallaranum hjá foreldrum mínum. Fór ég, lokaði hurðinni, lokaði fyrir gardínurnar svo passa enginn myndi sjá mig og ég fór hann og ég bað Guð allri auðmýkt bara Guð,
bara Allah, viltu fyrirgefa mér, ég búinn að vera eigingjarn og sjálfselskur, viltu fyrirgefa mér? Ekki neitt gerðist og ég bað Þór að fyrirgefa mér sjálfselskur minna og hróka minn, það gerðist ekki neitt. Ég bað Óðinn, sama ekki neitt. Svo ég baði Jesús, viltu fyrirgefa mér, hvað ég búinn að vera sjálfselskur og hrókafullur og það einmitt þá, það svo lestafi keyrt yfir mig og bara, ég var einhvern veginn ekki samur á ný. Það var eins og að það sem komið mest á óvart við Guð að Guð er sannleikur, hann er ekki margir sannleikar, Jesús Kristur er sannleikur og ég vissi það að í nafni Jesú Krist frelsaði mig, breytti hjartanu mínu og hann var að segja mig, ég vil ekki fylgja reglum, ég vil að þú sjáir að þú þurfir á mér að halda. Það var það sem hann var að sína mér og ég fatt að þetta, Guð bara er raunverulega til og ég grét í margar klukkutíma til Guð fyrirgaf mér. Þannig að margir trúleysingjar vinur minn segja, já, þú örugglega bara vilja þetta að koma fyrir þig, þú örugglega svona vilja að Guð myndi svona bjarga þér og ég örugglega vilja það, en þetta var ekki ímyndun mín, þetta var raunverulegur sannleikur sem skapaði mig nýtt hjarta og þetta hjarta mitt var hart fram fyrir Guði og ég sá það ekki endilega þá, en ég sá að hjarta mitt var algjörlega steinrunnið og það er bara Guð sem getur mýkt hjarta okkar og fengið okkur til að skynja Guð og það er gegnum Jesú Krist, það er eina leiðin til Guðs. Þannig að ég er feginn að allavega kirkjan er ekki eins og ég bjóst við á væri, kirkjan er meira svona nærvera Jesú Krist á jörðinni, Jesú Kristi sem frelsar fólk frá syndunum og boðorðin 10 voru svona einhver standard sem að ég hélt að kristi fólk svona reyna að fylgja eftir í svona eigin mætti, að stela ekki og ljúga ekki, það væri vont og vissulega er það vont, en boðorðin 10 eru í dag leið til að Guðs til að sannfæra mig það að ég get ekki fylgt þessum hlutum, ég get ekki fylgt boðorðin 10. Þannig ég sé það að ég er búinn að brjóta öll boðorðin 10 og sumir myndi segja, já, ég hef ekki brotið allt, ég hef ekki myrt mann, ég hef aldrei drepið neitt. En Jesús sagði, ef þú reiðist bróður þínum, þá er þetta morðingja hjartalagi. Og ég hugsa, er reiði, er það morð? Og vissulega hef ég einhvern tímann reiðst og ég hef logið og ég hef stólið og ég hef einhvern veginn brotið allt sem að Guð segir að sé gott, fagurt og fullkomið. En vegna þess að ég gat ekki fylgt boðorðin 10, þá kemur Guð í holdi sem Jesú Kristur og lifir fullkomnu lífi og deyr takandi á sig reiðina sem ég á skilið og deyr á krossi fyrir syndina mínar og reisi hann upp og sigrar dauða og synd eitt skipti fyrir öll.